Adam, velkomin heim til að byrja með 3-1 sigur í bikar, svo sem lítið hægt að segja leikinn. Þeir voru ólsegir en þeir náðu samt að tróðin 3 mörkum. Já, takkilega fyrir það. Ég kann að mynda. Það er gott að vera komin heim og gott að byrja sigri. Grindavíkur eru með fínt lið sko, en ég fannst við hefðum getað átt að klára leikinn í fyrra hálfleik. Þetta er við munum brenna okkur á þessu ef við gefum ekki í. Þannig að það er gott að klára þetta en þetta er samt viðvörunarbjöllur. Við erum aðeins að gefa í. Við tókum leikinn á bekknum í fyrra hálfleik og kemur inn að þeim síðari. Í þessum fyrra hálfleik þá, þrátt fyrir það að þið væri mikið með boltan, þá voruð þið ekkert að ná að opna það eitthvað sérstaklega og skapingunin hættuleg færi. Ég meina, fyrstu 2 mörkin ekkert eftir först leikadriði og þið voruð þið alveg í brasi sóknarlega. Já, mér fannst þið reyndar að fá nokkuð dauðafæri. Jónatan fekk einu sinni dauðafæri í fyrra hálfleik og svona, en hann er vanur að klára þau. En við verðum að nýta færin okkar en við vorum góðir alltaf bolta og bikarleikir eru alltaf erfiðir. Þannig að Grindavíkur eru þvílíkt mótiveraðir og það er erfitt að vinna bikarlið. Þannig að ég er bara ánægður með sigur en samt sammálaður við hefðum getað gert betur. Þú ert að koma heim eftir ævintýradvöl á Ítalíu. Af hverju þessi tímapunktur? Hvað var það sem kallaði þig heim? Bara, ég veit ekki. Ég var búinn að hugsa þetta lengi og mér bara leið ekki nógu vel að núti þannig að ég bara ákvað að þetta var tímasetningin því fyrr því betra. Það er í raun og veru 1,5 vika eftir af season núti og pluss playoff og ég bara spurði reglulega hvort ég mætti fara og loksins fekk ég já, þannig að ég hélt bara mér fannst bara rétt tímapunkturinn bara því fyrr sem ég kom inn í val þá gæti ég spila fleiri mínútur og fara að spila fótbolta aftur. Það er svona fyrst og fremst það sem ég var að hugsa, bara því fyrr því betra á þetta. Það var lítið svo sem eftir að tímabilinu úti þannig að það er bara því fyrr því betra að koma heim sko. Tekur ekki sénsinn á því að brenna inni í glugganum og fá ekki leikjafinn til dæmis fyrir í júlí? Nei, nákvæmlega. Það var einmitt tími á því sko, þannig að ég þurfti að fá leikjafinn fyrir 30. apríl og einmitt þá annars hefði ég bara verið að leiðin í sumarfrí, skilur, og ég hef engan áhuga á því að fara til Ibiza þó að það var alveg gaman en þá vill ég bara frekar spila fótbolta, það sem ég er skemmtilegt að gera, þannig að ég taldi það frekar vera skemmtilegra að spila fótbolta í val í sumar heldur en að fara í eitthvað sumarfrí, þannig að ég taldi þetta bara vera best og ég er þakklátur fyrir að vara og leiði mér að fara, þannig að ég er bara greiðlega sáttur að koma heim sko. Einhver persónuleg markmið fyrir sumarið, ég meina, trúi því alveg að þú hafi lært til mikið af því að áherslunum vel á Ítalíu og ætlir að gera það svolítið gildandi í deildinni og festa það í sessi? Já, þannig sé ég ekki neins skrifið markmið, ég er náttúrulega fyrst og fremst bara að hugsa að fá að spila og vera á vellinum og bara líða vel andlega og bara finna mig aftur einhvern veginn, bara að finna mótsögum mitt aftur og bara spila fótbolta, svo kemur hitt. Ég veit að ég er með hæfileikann í það að skora og leggja upp þegar ég er á vellinum, þannig að það er bara fyrst og fremst að finna gleðina og spila fótbolta. Það er svona markmiðið nummer 1, 2 og 3, það er ekkert eitthvað svona mörk assist eða eitthvað svoleiðis. Ég er svona smá komin yfir þá þráhyggju að þurfa að skora og leggja upp í einhverjum einasta leik. Ég veit að það kemur bara ef ég er að spila vel og mér líður vel og liðinu gengur vel. Það er fyrst og fremst það sem ég er að hugsa mér að Valur gangi vel, þannig að þá gengur mér oftast vel. Adam Ægir er að þroskast sem fótboltamaður? Já, og persóna. Það er allavega það sem kenndi mér. Ég er að þroskast líka sem persóna og ekki bara sem fótboltamaður. Og áður maður að fara út þá var bara lífið mitt bara fótbolti og komst ekkert annað aðeldur en fótbolti og svona, þannig að það er ekki fínt að losna eins og þetta, að bara vita að það er eitthvað annað en fótbolti í lífinu. Það er líka mikilvægt. Adam, takk hérlega fyrir og gangið þið vel. Takk hérlega.